Góða kvöldið, kæru áhorfendur, velkomin á Yas Marina í, hvað segir maður, arabísku föstudag? Jói. Já, eitthvað svoleiðis. UAE, United Arab Emirates, það ekki? Jú, why? Júaja. Why? Júaja. Þið ráðu hvernig þið berið þetta fram. Við Jói ætlum að bera þetta svona fram. Yep. En já, velkomin aftur, ef þið voru að horfa opnum áðan. Það var nú kannski, já, með svona þeim fámennari keppnum í opnum hingað til. Já, við fengum nú skemmtilegt tvist annað í keppninni í endan. Já. Þegar Andri og Bergur fóru að keppast hraðasta hring. Já, algjörlega, og engin smáhraði hringir sem að þessir hringir voru að sitja á. Já. Léttum bílum. Heldur betur. Gaman að fylgjast með því. Sjáum það einmitt hérna, sko, að hraðasti hringur á brauti 55-3 sko. Já. Þetta voru hvað, 2 sekúndum hraðar. Já. 1,5 kannski. 53-7 setti Andri. Og þeir áttu nú inn í strákandi með þess að líka, sko. Báðir. Sæll. Jep. Þannig að ég er ekkert eðlilega stressaður fyrir miðvikudeginum. Nei. Ég ætla bara að taka undir þetta strax. En já, þetta er í fyrst skipti sem við keppum á Yas Marina í GTSI, þar sem að brautin var bara að lenda. Já, núna í UAE. Í UAE. Nú skemmtileg. Þá spyr ég þig, Jói, veistu hvernig fáni UAE lítur út? Er hann ekki grænn, rauður og hvítur? Svona einhverju þríhyrningar. Einn litur viðbútt. Blár. Nei, það er svartur. Þetta eru kassar. Kassar? Já. Þannig að, já. Svona næstu því. Jæja. Næstu bara við. Þú veist, er ekki kassi 2 þríhyrningar? Það passar. Svo get ég ekki sé þetta hérna í lobbyinu. Já, þetta er svona. Já. En já, við ætlum að keyra hérna 15 hringi á Yas Marina. Byrjum í hérna sólsetrinu, rómantísku sólsetri. Og keyrum okkur síðan inn í nóttina. Mjög skemmtileg braut. Ekki margar brautir í Gran Turismo sem eru svona vel listar upp á nóttu til. Nei. Ef þá einhverjar. Já. Kannski Daytona. Já, kannski Daytona, já. Ég veit ekki, já, ef það getur orðið alveg myrkur á Daytona, ég veit ekki. Nei, kannski ekki. Getur kannski eitthvað svarað þessu í chatinu? Já. Sjáum að Hilmar, Hilibili, Ólöfur, allir mættir, velkominir, strákarnir. Fyrstu deildarmennirnir, aktífir, eins og venjulega. Jep. Þetta hefur svona einkennt fyrstu deildina hjá okkur í gegnum tíðina. Það svona myndast eitthvað svona, já, bara mjög svona þéttur hópur. Já, meinar aðra deildina. Já, ég er að tala um hérna þeir sem eru í YouTube chatinu. Já. Þeir eru hérna, við mættir, Hilibili komið með sína venjulegu spá, segir að Haukur taki tímatökuna. Já, ég held að hann sé nú ekkert langt frá því að vera rétt þar, sko. Nei. Alls ekki, það er bara spurning með alla þessar tölur sem hann skrifir inn, hvort að þær verði eitthvað nálægt. Já. Já. Eru það ekki bara að fara að byrja tímatökur? Jó. Ég hætti út af maður 3 mínútu varning á hann, en þetta var ekki nákvæmlega hvaða mínútu það var, en... Já, minna. Ekki heldur. Það er rétt að renna hérna yfir stillingarna, hvort það sé ekki allt rétt hérna. Það er okkur að gera það. Þú veist ekki bara endurstilla hljóðið, þú veist líka að setja upp lobby inn upp á nýtt. Það var skemmtilegt, svona þar sem ég opnaði þetta 3 mínútum áður en ég var að fara að opna lobby.
En þið segja okkur svo endilega, kæra áhorfendur, ef að hljóðið eitthvað skrítið, eitthvað Já. þá reynum við að laga það. Sör. Já, hendum við bara útsendingu í gang. Útsendingu? Já. Tímatöku meina það? Yes. Rúlum að staða. Þannig að nú ágætlega spennandi keppnin í deildinni. Já, svona fyrir neðan Hauk. Já. Hann með svona, já, rúmlega 30 stiga fórustu á toppnum deildarinnar. En svo bara mjög þétt þar fyrir aftan. Valið Matt í öðru. Þeim stöðum þar á eftir Pálmar Henry. Svo koma 6 stig niður í Dodda, 1 stig niður í Sæma. Og síðan eru 3 jafnir með 34 stig. Jón Valdemar, Danni og Jónas. Já. Danni ekki með í kvöld. Passar. Já, og Eiríkur held ég líka. Það ekki að keyra í kvöld. Og svo var einhver einn í viðbót. Það ekki alveg hver var. Pálmar Henry fyrstur á braut. Það svolítið bjart. Já, þetta var líka svona á hann. Já, ok. Svo byrjar að demo. Ég nefnilega fattaði strax og ég ítti á starta í glinda reset-lobbyinu en sýnist tíminn hafa resetast samt. Já, það er ekki mikið veður breiði hérna í Asmarina. Svo sem. Akkurat. Með Pálmari fyrstum á braut að klára hérna 3. sektor. Hvað heitir þessi sektor ekki eitthvað? Þú ferð hann undir brúna. Hótelkablinn bara. Hótelkablinn, já. Já. Skella okkur borðina hjá Pálmari. Yes, hann hefði nú mögulega getað að fara aðeins víðar hann síðustu beygju til að fá betra exit. Já. Það er svona langt vegna á það. Já, það er spurning hvort þetta geti farið refsing. Það er einmitt þó að brautin sé sko nóg pláss utan hennar en þá eru suma beygur þar sem þú vilt alveg sleikja vegginn sko. Sæmi er hérna strax komin hálfri sekúndu hraðar en Pálmar og Haukur 1/10 hraðar en Sæmi. Jep. Svona fylgjast með sektortípunum. Og kemur Pálmar hérna inn í hraðasta bremsukaflan. Eftir langa beinakaflan. Mjög trikki beygjur þessar tvær. Já. Það er lítið til að missa bílinn í hérna eitthvað slæt. Akkurat. Það er mikla stefnubreytingar. Fengum við setja með 16 tímanum á Pálmari 1:13.6. Sæmi 1:13.0. Haukur þar á eftir 1:12.3. Og hana nú. Pálmar hérna í síðustu beygina. Sjá hvaða tíma hann fær. Hann er nokkuð ljóst að hann hefur ekki alveg átt sem besta hring hérna. En það eru nógu hringur eftir. 3 hringir eftir. 1:56.0. Sæmi bæti það hálfa sekundu. Og hef ekki trú á öðru en að Haukur bæti það. Og ekki lítið. 1:54.3. Jón býr og Binni hérna alveg í hnapp. Já, það er nú ekki
alveg nógu sniðut eða ætlar að reyna að ná hröðum hring. Nei. Valli Matt 57. Jón Anton upp í annað 55-3. Vel gert. Jón Valdimars 57-0 upp í sjötta. Jónas upp í fymta 56-1. Ólafur 58-9 og Addi 57-4 upp í níunda. Gaman að sjá hvernig bílarnir eru skreittir hjá Já, Mottumarsinn. mikið Mottumarsinn. Nei. En það verður duglegir að skreita bílana með svona, já, viðeigandi góðgerra málefnum samfélagsins. Já. Og það er að tala íslenska samfélagsins. Akkurat. Haukur ekki að bæta sig að þessu hring. Það er ekki langt frá því. Sjá hvað Pálmar gerir hérna, hann er að bæta sig frá því síðast. Ég hef nú trú á því. Upp í þriða. Vel gert á honum. Hver var þá hann á öllur honum? Sæmi bæti sig ekki. Já, Haukur bæti sig. Heila 400 sekúndu. Valli Matt bæti sig. 36.000 á milli Pálmars, Sæma og Valla. Já, sæll. Heyrðu, Jónas bæti sig hoppar upp í annað sæti. Vel gert. Já. Mjög vel gert. Jón B. Ólafur og Addi hérna, þrír í hnapp. Addi hoppar upp fyrir að báða. Já. Maður er allan ekki að græða því að því að það er slökkt á kjölsóinu í tímatökum. Akkurat. Ekki nema að ég líði mjög vel með að hérna, keyra alveg í raskatun á einhverjum. Já. Ég er ekki sem ég varst um að einhverjum. Spurning hvernig þeim sem er á undan líður með það samt. Já. Svo er það spurning. En það er allavega nóg pláss á þessari braut. Hringtími næstu í 2 mínútur. Þetta er bara eins og á spa eða einhverjum álíka brautum. Suzuka. Já. Í að hópurinn fara að koma yfir línuna. Pálmar fyrstur yfir línuna að öllum. Nóldi að bæta sig. Bæta sig ekki. Sæmi bæta sig. Og Haukur bæta sig. Hann er nú að fara að nálgast hérna opnudildastrákana hann að ég Akkurat. Vinni hérna. Bæta sig. Valli bæti sig, hoppar upp í 4. Jón Anton upp í annað sæti. Annað. Vel gert. Jón Valdimars upp í 7. Já, rétt lauma sig fram fyrir Binna. Hver er næstur yfir línuna? Það er Ólafur. Hann bæti sig, hoppar upp fyrir Jón B. sem er ekki að finna sig á þessari braut. Nei. Það er nokkuð ljóst. Og hann er ekki að bæta sig. Ekki á þessu hring allavega. Næ, það er bara eitt tæki fyrir viðbútt. Sjáum að það eru keilur hérna út og víð að dreifa á ráskaplanum. Það er líka þarna fyrir fyrstu beygju og þá eiginlega tekur út breykmarkeruna fyrir til þess að ná sér víðustu öndarínu í beigjuna.
Já, þú meinar. Þeir eru þarna bara á körpunni. Aukur komin ansi lágt sæma hérna. Sæmi hraður ökumaður líka. Já, en þeir ættu báðir að ná öðrum hring samt. Já, rétt svo. Haukur verður síðastur til að klára hring. Þeir satt mjög vítt þarna. Já, bætis ekki, mjög nálægt í samt. Veit að Haukur getur farað undir 54 sko. Það er að segja svolítið tíma hjá honum í tímandöku. Mig grunir alveg að optimal tíminn hans sé eitthvað staðar þar. Já. Það er eitthvað að koma í línu hérna. Binni bætir sig upp í 7. Já. Jónatan bætir sig ekki. Jón Valdimars, hann bætir sig upp í 7. Jónas bætir sig ekki. Addi. Það er Addi að bæta sig. Já, hann bætir sig en ekki náttúrulega að fara upp. Jón B bætir sig 56 4, hoppar upp fyrir liðsfélagann Adda. Ólafur, hann bætir sig ekki. Þá er það bara Haukur sem er á hring. Já, og Pálmar henni síns mér. Já. Hvort hann sé á hröðuring? Nei, hann er nú ekki á hröðuring, hann Pálmar. Nei. Tíminn segir okkur það alveg leið. Já. En Haukur hins vegar er á rauðum hring. Nei, eða hvað? Er ekki báðir bara á hring? Ekki lengur allavega Pálmar. Ekki lengur, nei. Næli sér hérna í aukasætt líka. Þannig að hann bætir sig ekki. Þá er þetta rauðin hjá okkur. Já, og allir hringindarnas Hauks voru í nokkur lágum 54. Já. Þannig að, já. Þetta er svolítið konsistent. Það er að segja. Já. Ég held alveg örugglega allir hringindarnas hefðu dugað honum Pól. Honum Hauki. Já. Það er nú þrælmagnað. (22:32), þá fyrir við á stað. Kekja. Ég var menn á dekk eða ég var... Menn ættu nú að vita það. Þannig að það áhugðu það. Haukur Einarsson í fyrsta 54:061. Jónatan í öðru 54:686. Jónas í þriðja með 54:960. Þeir voru 1-3 undir 55. Svo kemur Sæmi í fjórða, Valli Matti í fimmta, Jón Valdimar í sjötti, Pálmar henni í sjöundi, Binni áttundi, Jón B níundi, Addi tíundi og Ólafur 11. Já. Það eru 15 hringir framöndan. Og við sáum nú í opnumdeildinni áðan af þeim fjórum sem voru að keppa, þá var helmingurinn á loppinu tók soft hard. Já. Ná, sumir á mjög slitnum dekkjum hann undir. Já, og hinn helmingurinn tók hard medium soft. Já. Það eru mismunandi strategíurnar í þessu. Ég meina efast að við munum fá eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis drátt í kvöld, reyndar. En hver veit? Hver veit? Maður hefur nú séð menn á intermediate-stekkjum í þurru. Já, ég þekki eitt svoleiðis.
hvenær verður þessi brandari gamall? Aldrei. Nei, það var ekki svo lengi sem að ég var í samfélaginu allavega. Við þurfum að hafa eitthvað til að tala það er bara hannig. Já. Það er líka ágætt, það minnir mig á að vera ekki að taka intermediates á Þurrubraut. Já. Heldur þér hérna? Heldur mér á tánum. Heldur þér á tánum hvað það var? Herra, ég var ekki bara að henda þessi í gang og byrja þessa þá held ég, já, við rúlum bara af stað. Nice. Þá erum við mættin á braut, Haukur er fremstur, Jón Anton annar, Jónas þriðji. Mér sýnist allt gritti vera á hörundækjum. Þannig að þetta stefnir í að spáin hans Jóa muni rætast. Rúlega stað, 16 byr, Jasparína, UAE. Njótið. Sjáum, Jón Anton nálgast Hauk nokkuð mikið hérna í fyrstu beðinni, greinilegt að Jaguarinn með gott upptak. Annars fer það nokkuð prúmlega af stað. Sjáum við það, Sæmi með flotta framarakstur hérna í herpinni. Jónas kom með sekt. En það var alveg framarakstur. Bara sá bilið og neldi sér á það. Jónas gerir sér smá líklega á Sæmi og Sæmi fer svolítið vítt. Jónas krikar. Það er ekki að halda í við hann. Fyrir vítt í ekstunni líka og þá er Valli Matt alveg komin upp í stuðarann á honum. Tekur nú væntanlega fram honum hérna þegar Jónas þarf að taka út refsingu. Hann missir þessi 2 sæti við það. Þetta stefna hérna í baráttum 4. sæti. Sjáum hérna, Pálmar er í innavörunni á Jónas. Næra Sotserúni hérna. Mér sýnist að fær smá hjálp frá Binna fyrir aftan. Nei, Jónas hefur þetta. Bjallan hefur þetta. Það sé bara komið hérna, já, bara nokkuð jafnt bil á milli topp 3. Heldum varum að fylgjast hérna með Binna í þessu tilfelli. Keyrir innan á Pálmar. Smá kontakt. Pálmar fyrir vítt. Og beigir inn það sem að Jón B. var. Þurfum við ríplega þessu. Það er alveg klart mál. Ólafur, er hann að ná fram á honum líka? Já, það er hann að... Hættir við. Ég veit ekki hvað myndir þú segja, Jói? Þetta er ekki okkar að dæma, sem betur fer. Nei. En þetta var alveg svona, þú veist, það var alveg komin upp. Mér sýndist að hann vera komin alveg upp að hliðina á honum þannig, sko. Hann var nú ekki alveg samsíðunum, en hann var komin alveg upp að hálfri hérna hliðina á honum, svo góði punktur hérna á heima hvort að þetta hafi verið unsafe entry. Tjá Pálmar þess að sett. Já, það er góð spurning.
En ég sá ekki hvort að Pálmar hafði reynda farið alveg út af þér. Já, hann var nú alveg kominn allur inn á braut hana, en Já. það kemur í ljós. Þið fylgist með post-race-þráðunum fyrir einhverja eftirmála, einhverju verða. Yes. Já, annars Haukur bara komið með nokkuð þægilegt fórskotinn á toppnum. 2,5 sekúnda í Jón Anton. Sæmi aðeins búinn að saksa á Jón Anton. Greinilegt að hann á peysinni á nýja Ferrarinum. Þráttur að hafa byrjað fjórði. Já. Jónas að dáttunni í 7. Já, hann alltaf fekk refsinguna þarna á hann. Það var... Já, fekk refsinguna. Já, Sæmi á nú svo sem ekkert að gefa nú greið að vera eitthvað að taka fram úr honum hana. Heldur. Ég veit nú ekkert hvað hann fekk refsingu samt að Jónas. Sem að sá það ekki. Nei, það er það þegar að segja það. Hann hefur kannski farið svolítið vítt þarna fyrir hirpinbeginna. Nei, Jón Valdimars að taka fram úr Valla Matt. Já. Það er eins og Valli hefði fengið eitthvað slemt exit eða eitthvað, kannski. Tekur ríflega markið að þessu. Herru, Jón, þú átt nú bara að vera að keyra. Það er eitthvað komið fyrir á kallinum, hann er komin í 11. sæti. Öss. Jónas hérna, út í vegg. Það er eitthvað lent saman hana. Já. Þeir þrír. Ég veit ekki hvort það verður svo replay. Já, þeir eru náttúrulega við hlið Valli Matt og Jón Valdimars. Hún náum sem nú ekki í replay. En Jón býði að spinna þig. Hann var að sjá okkur það í tjattinu. Hann eigi nú að vera bara að keyra. Hann fer hérna innan á Valla Matt. Og þeir fara aðeins saman. Já, meðstu bílinn. Nei, það búið að vera svolítið hitti í þessari keppni. Já. Jón Valdimars víður hana. Sekunda hérna milli Jón Antons og Jón og Sæma. Barðunum annarsætið. Já. Minna bíl hérna milli Valla Matt og Jón Valdimars. Jaguarinn greinilega að koma vel út af þessari braut. Nei, Valli Matt er á pásinum, fyrirgefðu. Já, gamla. Já. Annars er svona þokkalegt bíl á milli manna. Aðeins búið að tegast hérna milli Jón Antons og Sæma. Mesta baráttan er bara hérna á Valli Matt og Jón Valdimars. Kempurna 2. Reynslu miklir ökuþórar. Jep. Stál í stál. Þýst stál í þýst stál. Já. Nei. Já. Sjá, Jón Valdimars nær aðeins að teygja billi hérna. Loka sektornum. Komin upp undir sekundu. Svo ættu nú að fara að líða pitstoppum hjá okkur líka núna. Vist allir eru á hörðundækjum. Fara spurningi hversu langt menn treysta sig til að keyra á mediundækjunum. Ætla einhverjir á softdekki? Já, svo er það. Svo er það. Heyrðu, það var Sæmi bara... Já, var einmitt að hoppa yfir á það. Misti akkurat þarna 2/10. Já. Leiðaðu hoppuðum á. Akkurat.
Exit úr þessari beygju er mikilvægt. Haukur bara komið með þægilega fórstu hérna, 5 sekundur, niður í Jón Anton í öðru sætinu. Já, það kemur nú kannski ekki það mikið óvart. Hann var alveg með yfirbyrði í tímatökurinn. Jón B. hérna búinn að ná Ólafi hérna, bara 10. sæti. Nei! Þetta var... Jón B. býður. Já, Sárt. það var sárt. Tappar aðeins í hann alltaf hana. Já. Óviljaverk. Jep. Gest, keppni. Sumir þurfum við bara að æfa aðeins meira kannski. Já. Segi ég sem er búinn að taka 2 klukkutíma æfingar sko. Það var komið aftur undir sekundur hérna og fyrstu menn komnir í pit, Valli Matt og Binni Skrampinn. Með eitthvað fleiri hérna í pit? Nei. Nú er Sæmi kominn nálægt. Hver á betra exit? Sæmi á betra exit. Nær hann að loka gappinu hérna? Nei. Upptakið í Jaguarnum er að berga honum. Jaguarinn, svipaður á Astoninn. Já. Hvað þetta var þar? Það var bara að minnka þarna bara strax út úr beginni og svo bara legur komin að smá færð að þá bara teyðist að hrað. Þannig að þá þarf Sæmi bara að sækja í hugmyndaflæði. Já. Pressan í mistök eða taka fram á einhverjum annar staðar eða... Mitt. Svo er til einn lítill hlutur sem heitir undercut. Já, akkurat. Það getur nú verið sterkur leikur fyrir Sæma í mynd núna. Þá ef ég væri Jón Anton þá myndi ég jafnvel bara pita strax til þess að koma í veg fyrir það. Já, akkurat. Greta með góða punktina í spjallinu, hvar eru lækin núna? 20 eitthvað að horfa á. Veit ekki hvað eru mörg læk en hann er býst öðru að fá. Þetta það er overcut á Sæma. Áhugavert. Já, ég held að það hafi samt verið sterkur leikur hjá honum. Já, ég er bara algjörlega. Maður þarf að gera það auðvut við alveg undan. Já. Búa til eitthvað mun, einhver staðar. Sérstaklega verður erfitt að taka fram úr á beinugólfunum. Já, það sagði hérna að setja hraðasta hringi í þessu. Það er nú heill heldur að fara í pituna. Jón Anton, Jónas, Pálmar Henry. Koma allir út á medium dekkjum. Já, ég hefði nú einmitt giskað að menn hefði farið aðeins fyrr jafnvel sko. Frá 15 og 17 hring. Já, algjörlega. Það var hérna Valli Matt að koma eftir að binna sem hefur nú tekið miklu minna bensín. Mögulega komist hann fram úr í pitnum. Já. En samt eru þeir á sama bíl. Það er spurning hvort þetta muni þarf út í eitthvað bardaga. Það leiða mér að segja líklegt. Já. Binni með fínasta exitina. Haukur er ennþá úti á hörðudekkjunum. Já. Svo sem er góða fórustuði.
Fyrir Gæti svo þessi sem alveg vegginn tekið þarna. hardsótt. Fyrir hérna Já, í pitinn. sáum nú að taka 8 hringja á sóttekjunum áðan. Já. Kemur Shout out Sæmi inn á líka. Palla. Jón Valdimars kemur á eftir þeim. Þetta kemur þá væntanlega eftir þeim líka. Já. Þá er það Jón Anton sem er búinn að pita. Spurning, hver kemur hann út? Já, Eða hvað koma hinir út með hann? akkurat. Hann er búinn að fá hérna 2 hringi á miðjudækjum. Og nú er Sæmi að keyra út úr pittinum. Haukur kemur út vel á undan. Sásöðu Já, Sæmi, glittir í Sæma hana. Kemur út á undan. Overcut. Laglega gert sér Sæma. Hann er náða að negla nokkra hraða hringi hérna. akkurat. Já, svo tekur hann líka aðeins minna bensín. Já, Þetta er Jón Anton. Það hefur alltaf eitthvað að segja líka. akkurat. Svo fer bara mögulega að stefna í 3 bíla baráttu hérna milli Binna, Valla og Jón Valdimars. Ég hef svona annað auga með í allavega. Ég hef ekki bæðið bara. Smá lagga á honum Binna. Já. Jón Valdimars hefur gert ykkur mistök. Missir hérna næstu sekundu á félagana. Og Valli Matt kominn nálægt. Mögulega hægt að reyna henni í fyrstu beygju. Ef ekki, þá er það bara lungi kaflinn. Sjá hvað Valli gerir, hvernig exit nær hann. Þeir ná svona svipuðu exiti. Valli örlítið betra. En þeir eru báðir að fjarlægast Jón Valdimars sem er kannski ekki alveg að finna sig á miðjudækjunum. Þá er Jón Anton líka komin undir sekundu fyrir aftan Sæma. Já. Nú er Valli Mattsins meira að setja upp fyrir beinagaflan. Það missir hann aðeins frá sér þarna. Fyrir mjög þröngt. Já. Já, Binni á miklu betra exit. Já. Opnar líka beina miklu betur. Já. Sem því að maður eigi miklu betra exit. Akkurat. Vissið þú að ef maður opnar beyguna í beygju, þá á maður betra exit? Já, mig svona grunaði það. Ég er nú ekki mjög góður í eðlisfræði en það er svona mér hefði alveg dottið að hug. Ég er nú ekki búinn að horfa mikið, ég er ekki búinn að horfa á Drive to Survive núna eftir að það kom út. Nú rétt fyrir helgi. Já, sko. En ætli Will Buxton hafi ekki hendi í nokkra svona? Já. Ég veit ekki. Ég ætla að vona það. Ég fæ alltaf gæsahúð þegar hann segir eitthvað svona. Ég veit ekki hvort ég var að skapa það fyrir þér en mér fannst það eiginlega bara ekkert sérstætt þetta ári. Nei, ok. Sem sagt bara Drive to Survive. Mér fannst þetta eitthvað voðalega eitthvað bland og svona, já. Já. Svona vantaði allt svona. Það var eiginlega bara svona svolítið, já ég er búinn að horfa á þetta sko. Þú ert búinn að strauja þetta alltaf 10. Já, þetta er bara 8 þættir. Já, ok. Og þetta var eiginlega bara svolítið svona recap af árinu. Já. Ég skil. Hörku baráttu hérna inn 10. sæti. Jón B. og Ólafur hérna. Þá að berjast. Okkar hrósunum Binna fyrir fína keppni. Hann hérna byrjar 8. og er í 4. núna.
Já. Það er svona Sáukur Þór sem er búinn að bæta sig eitthvað mest í keppni hingað til. Líka mikill hiti fyrir aftan hann. Þeir eru bara búin að vera límdir saman hérna, þeir Ólafur og Jón P. Já. Nánast alla keppnina. Akkurat. Já, getur Jón B. gert hérna eitthvað inn á beinagaflan. Já, betra exit, já, tölvöld betra exit. Nú ætti hann að geta lagt upp framúraksturinn. Eða hvað? Það bara hlýtur eiginlega að vera að þeir eru á eins bílum. Já, tekur inni. Fínasti framúrakstur. Klárar þetta. Gekk upp í handskipti. Nei. Haukur heldur bara áfram að bæta í. Já. Hann er bara horfinn. Já, og var að bæta hraðasta hringi sín líka, 54, 6, 9, 8. Já, og meitrum dekkjum. Jep. Það er flott. Já. Ég er ekki búinn að ná undir 55 á bendíum, sko. Það er hérna baráttum 7. sæti. 7. sæti. Já, hérna, já. Það var að 7. Jónas og Pálmar henni. Jónas búinn að vera svolítið óöfinn. Já, byrjaði 3. Komin í 8. sæti. Gekk refsingu og svona hálf spinnaði á 1 tímapunkti. Og sýnir sig vel hérna inn á verðu. Þetta er nokkað kaflan. Alltaf gaman þegar menn velja bjölluna. Það gerist nú ekki mjög oft. Nei, það er annað tímabil í röð sem eitthvað velja bjölluna. Já. Og með þess að bæði skiptin í annar deild. Það var Hugo í fyrra í annar deild á bjöllunni. Ég held að Hugo sjá hann reyndar eftir að hafa ekki vel að ná þessu tímabili. Já. Það er nefnilega ágætt, sko. Og Já. þeim er skemmtilegir í akstri sem að skemmir nú ekki fyrir. Jónas vel víður hérna. Já. Tapar hálfi sekúndu hérna á Pálmar. Þá er þessi barátta svona að fjara út í sandinn. Og önnur er að myndast spinni hérna. Spinna næstu út úr fyrstu beygju. Þetta er replay. Jep. Missi vala matt fram úr sér. Það er útilegt að ná að halda bílnum hann. Gott save. Já. Hvað segir einmitt þetta að sakni bjölluna rosa mikið? Þessi bara þetta aftur út. Nú smá bil hérna á milli manna. Það er spurning hvort við ættum að skella okkur í sponsorana núna. Svona með tíma. Algjörlega. Ætlar þú að koma með það? Ég skal fylja þetta upp. Yes. Þetta er frábæru styrktaraðilega. Við erum með Autocenter. Okkar, diggasta styrktaraðilega í gegnum tíðina. Það var út á okkur verulega gripi. Hafa verið lengst eða ekki? Jú, ég held það alveg örugglega. Já.
Svo erum við með Kraftey. Þeir eru með Vörli í hérna formi skó, Varnings, Arctic Iceland. Nei, er ég að fara með Kraftey. rátt kannski? Kraftey, manstu, þeir, já, við áttum að tilkynna það. Þeir náttúrulega þurftu því miður að bakka út. Já, alveg rétt. Þetta á persónulegum fjölskyldu aðstæðum. Algjörlega. Og svo sem alveg skiljanlega. En hérna, Algjörlega. Mjög skiljulegar aðstæður og bara já. Velkomin hérna opnum örmum aftur þegar tækifæri gefst. heldur betur. Við erum að henda tilkynningu einmitt inn á úrvalsdeildar. Þeir voru með þarna stórmeistaratitils verðlaunin. Passar. En já, við komum með tilkynningu með það núna fljótlega. Yes. Þannig að þið fylgist með því. Annars Arctic Iceland líka sponsor okkur. Þeir gefa frábæra úr sigurvegara vortíðanbils og vetrartíðanbils í fyrstu deild. Sérst vortíðanbils í úrvalsdeild og vetrartíðanbils í fyrstu deild. Svo erum við með kraftvélar sem að styrka okkur. GT Akademian. Þeir eru með gjafabréf fyrir topp 3 í öllum lokuðu deildum. Kaldi með verðlaun fyrir topp 3 í öllum deildum. Lava Show svo með verðlaun fyrir sigurvegara í fyrstu deild á sigur tímabili. Svo erum við með gullfisk sem að gefa okkur alveg heilan helling af harfiskbókum. Já, kemur vörubyrjum með harðfiskan þá bara á lokaóið. Heldur betur. Þetta áttur að lykta vel. Já, segðu. Það verður, já, munum lykta eins og þorrablót í maí. Já. Það verður gaman. Já. En alveg geggjaður spons. Gaman að fá hennar nýja spons. Heldur betur. Deildina. Það sé Binni ekki að ná að klóra aftur bilið sem hann misti. Nei, það er að búast til, það er að verða barða hérna milli Jónas og Pálmar Henrys. Já, ok. Það eru hérna að flakka í pluss mínus sekundunni. Við vorum eitthvað að berjast á það líka. Það er spurning. 2 hringir eftir núna. Já, hann sjáu bensin samt, jú, hann hlýtur að ná að klára þessu. 2 hringir. Hann er satt með langversta bensínu á öllum á braut, sko, hann Jónas. Já. Ekki með að bjallar sér bara svona rosalega hagkvæm. Veitum við ekki alveg með það? Það er spurning. Þau mannaðu að þessu, Jónas með miklu beiti beigð þarna. Pálmar fór vítt, tapaði alveg heilum hellinga tíma. Jónas þarf alveg komin alveg í skottið á honum. Það var bara spurning. Dugir það? Eða þarf hann að reyna aftur á síðasta hring? Nú er hann komin nálægt. Heldur betur. Já, þetta er ekki nógu gott exit. Ég sé ekki að ná að klára þessa keppni með þetta bensín. Nei, þetta er Hann er með 2-falt minna bensín heldur en hérna Pálmar, sko. Pálmar, já. Pálmar reyndar er ekki eins og komin á ljósið og hann á bara 1 hring eftir. Já. Já, Jónas, ég veit ekki hvernig þetta fer hjá þér. En hann er að sýna sig vel í speglunum hjá Pálmari. Já. Kannski fangar það athyglinna meira en bensínmælirinn sem blikkar. Hann ætti nú að gera það núna af því að menn fá nú tölu upp á skjáinn ef þeir eiga svona lítið bensín eftir. Já, nema þú sért í VR, ég held að hann segir að þetta er ekki í VR. Ok. En í VR þá þarftu bara að vera með að það að fylgjast með þessu. Þú fær ekkert enga viðvörun eða neitt. Nei. En það eru bara einhverju nokkri píkslar hann niður í hótinu sem að segja til bensinstöðina. Já. Og þú þarft alveg að horfa til hliðar til þess að sjá hann, sko. Já. Ja, þannig. Það var eins gott að brauti sig með einhverjum beinuköflum. Já, akkurat. Já, þetta er hættulega lítið hjá honum. En á meðan þá er Haukur hérna að
að fara að koma inn á hótelgaflun eftir smá stund. Það var Herbin Peyjan og svo hótelgaflun með Ég held við 15 ættum að- sekúndur í annarsætið. Ég held við ættum að fylgjast með Hauk hérna, Já. klára hrygginn. Og svo gullfallega að lafa sig og Mottumars bíl. Já, Bláu lita það er það öðru sér litir. Já. Það er öðru sér litir. Gött. Heldur sem á við að venjast. Geggja lifir í sem Agnar. Fyrir svolítið víður hérna út úr. Svo býr til. Já, En hann hefur tíma. já. Væga sagt. Kemur hérna í næst síðustu beygju. Klára þessa keppni með, já, stæl. Jöp. Algjör yfirbyrðir, hraðasti hringur, sigur, pole position. Leiti keppnina alveg frá byrjun. Og kemur í mark sigurvegari Jasmarina. Kemur Sæmi hérna í öðru. Líka á bláan bíl. Já, Og í öðru seti og Jón Anton þriði. Það er nú ekki langt frá Sæma. þegar maður sem byrjar að spara bensín. Já. Já, Valli Matt. Fjórði. Binni. Fymti. Jón Valdimars. Sjötti. Pálmar Henry. Sjöndi. Jónas á gufunni. Áttundi. Addi níundi. Já, þá er svona, já, þéttasti hópurinn komin í mark. Svo er Jón B. Greinilega lítið efður fyrir þessa keppni Já. með að við getu. Já, hann og þegar hann byrjaði þá fór hann nú bara beint upp í fyrstu deild. Þegar hann byrjaði, það var fyrst sem hann gerði var að fara í tímatökuna fyrir tímabilið þegar maður rétt sko, fór beint upp í fyrstu deild. Bara hárið Stóð sér nú ágætlega þar en þurfti sér hann að droppa út á skóla og eitthvað. Já, passar. Nós. En hann kemur í mark í 10. og já, Ólafur í 11. Jöp. Það er það, Haukur Einarsson, fyrst ræði. Pole position, fastest lap. Komur reyndar ekki upp hann að fastest lap, en hann er nú samt með fastest lap. Já, og örugglega clean race. Já. Myndi maður halda, þar sem að var enginn í... Það var ekkert Náði að yfir. berjast við neitt. Það var það, Haukur Einarsson í fyrst sæti, með hans ring 54.9.698, Sæmi í öðru, Jón Anton í þriðja, Valli Matt fjórði, Binni 5., Jón Valdimar 7., Pálmar Henry 7., Jónas 8., Addi 9., Jón B. 10. og Ólafur 11. Yes, sir. Það var nú alveg skemmtilegt reis. Já, það var nú eitthvað að vera bara allan tíman. Já, Já, þú veitur. Líka braut sem býður alveg upp á það sko, þó að séu nú ekki margir framúrækstu staðir þannig. Þá eru menn samt í baráttu. já, það er alveg svona nokkra línur á mörgum stöðum, sko. Já, Þetta er svona, já, þetta er svona braut sem að Gran Turismo hefði alveg getað hannað. Þetta er svona eins og einhver hybrid á milli hérna, svona alvöru, svona feelingsins allavega á hérna, alvöru brautum sem eru settar inn í Gran Turismo og síðan svona þessum virtual brautum sem að Gran Turismo býr til, já, mínum að því. akkurat. Yes. En hérna eru við þá ekki bara góður í kvöld og það er bara fyrsta deildin á morgun og úrvalsdeildin á miðvikudaginn. Já. Klukkan 9:30. Algjörlega, Danni og Ingi verða með útsendinguna annað kvöld klukkan 9:30 Já, og á miðvikudaginn. og á miðvikudaginn. Þannig að þið fáið nú, já, það er ekki hægt að fá nóg af þessum meisturum. Nei, það er kunna sitt dag. Heldur betur. Já, segðu það, bara takk fyrir áhorfið og sjáumst annað kvöld. Yes, takk fyrir okkur.